Norðlenska nautakjötið. Uppskrift af góðu kvöldi. Skátafélagið Klakkur á Akureyri fagnaði nýlega 100 ára afmæli sínu. Við ákváðum að kynnast þessu félagi aðeins betur og litum við upp á Hömrum og hittum þar 3 unga skáta. Fyrsta spurning var einföld: hvað gera skátar? Það bara svo margt. Við komum og erum með fundi hérna og við tálgum, kveikjum eld. En aðalega þá höfum við bara gaman að vera úti í náttúrunni og fara í alls konar ferðir og gera alls konar verkefni. Allt milli himins og jarðar, svo gott sem. Hafið þið verið lengi í skátastarfi? Já, ég er búin að vera síðan í 4. bekk og ég er núna í 10. bekk. Ég hef verið í 8 ár. Ég kom með 9. Okay. Hvað er það sem heldur ykkur í þessu starfi? Það er náttúrulega bara það, þetta er endalaust ævintýri og það er alltaf að koma upp ný og svona spennandi verkefni. Hvort sem það er þá að ákveða að fara einhvert hérna á Íslandi í útilegu eða fara að skoða einhverja skemmtilega náttúrstaði, búa til eitthvað skemmtilegt eða að fara eitthvert til útlanda á einhvert skátaviðburð. Það er endalausir möguleikar í skátunum og eitthvað fyrir alla. Líka eins og til dæmis nú er ég búin að vera í 7 ár í skátunum og það er alltaf eitthvað að koma mér óvart. Eins og hvað? Bara það sem við erum að gera. Við erum að gera svo ótrúlega margt og þú ert alltaf að gera eitthvað nýtt. Hvað er það sem þið lærið hér? Það er svo margt. Það er svo margt. Bara samvinnu, hvernig á að redda sér. Svolítið mikið. Við lærum mjög mikið svona sjálfstæði. Já. Og við lærum hvernig á að redda sér í náttúrunni, þannig að þú deyir ekki. Það er alltaf mjög mikil plús. Og kannski líka aðalega bara hvernig á að vinna með öðrum að því að leysa eitthvað ákveðið verkefni sem við erum í hendi. Hvort sem það er þá að skipuleggja það að fara nokkur saman í útilegu einhvert lengst upp á fjöll eða ákveða hvernig við ætlum að smíða fleka til þess að sigla yfir hérna Eyjafjörðinn. Eitt af því sem skátarnir læra er að kveikja eld. Við ákveðum því að hafa smá varðeld á meðan við spjölluðum. Hvernig ættu þið að kveikja upp? Heyrðu, ef við ekki byrja á því bara að búa til svolítið að spænum sem að þá efnið við kveikjum fyrst í til þess að ná sem bestri glóð í þetta sem hraðast. Þið skellið spýtunum ekki bara beint í? Nei, það virkar ekkert rosalega vel. Það er alltaf langt best að vera með eitthvað til þess að byrja að kveiki og síðan þá verður eldurinn stærri og þá er hægt að kveika í þessu. Hvað er það sem þú ert að gera við spýtuna hérna? Ég er að reyna að búa til svona hálfgert jólatré, þannig að það eru rauninni spænir hérna sem eru bara ennþá fastar við þetta, þannig að það er auðveldara að kveikja þessu og þau kveiknar í þessu. Núna ætlum við að ræða þessu upp í svona smá indíratjald. Þannig að litli eldur sem við kveikjum inn í þessu smitist sem hraðast út í ytri spýtunar. Skátarnir hittast á vikulegum fundum og þeir eldri kenna gjarnan þeim yngri. En hvað er það sem fer fram á skátafundum? Mjög margt. Verkefni sem við gerum, við kennum skátunum okkar, svona það sem okkur hefur verið kennt. Já. Og rosa mikið bara, já. Það er líka svolítið mismunandi eftir aldurspilum. Við erum sem sagt í rekkaskátasveitin Erins Ultima og núna erum við að undirbúa útilegu hérna yfir í Hrossadal. Þar sem við ætlum að taka og tjalda eina nótt núna mánaðamótin en svo eru náttúrulega yngri flokkarnir að gera eitthvað annað, kannski sem ef við þeirra hæfi. Skátasveitin Ernir sem eru 10–12 ára, þeir eru núna að læra að kveikja eld og grilla sig og púða og þeir ætla að fara á báta núna næsta fundi og svo ætla þeir að fara að byggja eitthvað úr risastórum trönum með því að binda saman spýtur og búa til einhverjar byggingar. En þið eru líka í að kenna yngri skátum? Já, þau. Já. Ég er aðeins og ung. Það er náttúrulega kannski markmiðið með skátastarfinu. Það er það í fyrsta lagi verða leiðtogi í eigin lífi og geta svo kennt öðrum og leiðbeint þeim
í sinni vegferð að því að verða fullmótaður einstaklingur. Norrlenska nautakjötið. Uppskrift af góðu kvöldi.